Jæja. Góðan daginn, góðir áhorfendur, hjartanlega velkomin hér í þessa útsendingu frá Ásgarði í Garðabæ. Við erum að fara að horfa hér á leik í fyrstu deild kvenna í körfubolta. Hér erum við komin þar sögunar að hér eru mættar stúlkur úr Þór Akureyri og ætla að takast á við Stjörnuna. Nú, það er ekki búið að kynna til sögunar byrjunarliðin, en hér á skjánum eru hins vegar liðin eins og þau hafa verið skráð í kerfi Körfuboltasambandsins og kannski að við bara förum yfir þetta hér í hljóði. Hér teljum við fyrst númer 4 er Heiða Hlín Björnsdóttir, hún er fyrirliði gestanna. Svo er númer 6 Karen Lind Helgadóttir, númer 8 Kristín María Snorradóttir, númer 9 Hrefna Ottósdóttir, númer 12 Jóhanna Björk Auðunsdóttir, númer 15 Valborg Eva Bragadóttir, númer 18 Emma Karolína Snæbjarnadóttir, númer 22 Vaka Bergrún Jónsdóttir og lokum leikmaður númer 25 Madison Ann Sutton. Þjálfari Þórsarana Daniel Andri Halldórsson. Nú hér í Stjörnunni, þar eru við með fullan roster í kvöld. Þar skildi fyrst að telja leikmann númer 3 Fanney Maríu Freysdóttur, svo númer 6 Berdís Lilja Þorsteinsdóttir, númer 7 Diljá Lárusdóttir, númer 8 Sunna Margrét Eyjólfsdóttir, númer 9 Heiðrún Björg Lindsdóttir, númer 10 Hrafndís Lilja Halldórsdóttir, númer 11 Bára Björk Óladóttir, númer 14 Kolbrún Eir Þorláksdóttir, númer 15 Kristjana Mist Lóadóttir, númer 17 Ísold Sævarsdóttir, númer 19 Elisabeth Ólafsdóttir og lokum leikmann númer 21 Riley Maria Popwell. Og þjálfarinn, opinberlega skráður þjálfari, aðalþjálfari Stjörnunnar í kvöld er Auður Íris Ólafsdóttir og henni til aðstofar er Arnar Guðjónsson. Nú, við verðum nú ekki með kynningu á þessum leik, þið bara njótið útsendingarinnar og fáið hér upplýsingar beint í æð á skjánum. Við óskum ykkur bara góðra skemmtunar og segjum áfram Stjarnan.
Jæja, þá erum við komin hér í hálfleikinn og það kannski áhugavert að rýna aðeins í statistíkina með leiknum og við ætlum að henda hérna upp á skjáinn. Hérna tölfræði leiksins úr kerfum KKÍ. Að vísu staðan vitlaus þarna efst. Staðan 48-32 og en svona að því sögðu þá kannski einhverjar svona staðreyndir úr þessum leika að hér til dæmis í tveggjastiga nýtingunni þá liðin mjög sambærileg 47% skota Þórsara hafa farið niður á meðan 42% stjörnumanna. Í þriggjastiga skotum hefur nú hvorugt lið verið að fljúga í hæðum, þó Stjarnan með 28% nýtingu í þristum á meðan Þór bara með 1 skot onni sem 10%, 1 af 10. Nú áþekk eru liðin í frákostum, 27 hjá Þórsförum, 25 hjá Stjörnunni. Stóðsendingar í svona þessari tölfræði þá ekkert svona sem að stendur út úr annað heldur en bara meira skor Stjörnunar upp á 18 stig. Ég sé nú að það er nú búið að leiðrétta leikklukkuna hér í salnum þannig að staðan 48-30 og eitthvað hefur leikklukkan verið vitlaus. En við njótum góðs að því að vera með sjálfvirkt statistikk úr salnum. Þannig að við tökum bara beint af klukkunni þessar stöður sem hér neðst á skjánum. Nú við erum í hálfleik og eigum eftir 10 mínútur á honum. Við bara förum í gang leið og leikurinn flýgur í hæðum. Takk fyrir.
Já, góðir áhorfendur, þá þökkum við Þórsurum kærlega hér fyrir góðan leik og minnum á að næstu helgi á laugardag þá tvíhöfði hér í Ásgarði þar sem spilaði 2 bikarleikir, meistaraflokkur karla og meistaraflokkur kvenna, og ég er ekki alveg viss hverjum við tökum á móti meistaraflokkur karla, en kvennaleikurinn verður við Þór Akureyri. Þá verður þær væntanlega þykkt betur mannaðar, eða allavega það ein allavega slösuð í liðinu sem hefði átt að spila hér í kvöld. En við þakkum bara kærlega áhorfendum fyrir okkur og ljúkum þessari útsendingu. Takk fyrir.